Komið sæl blessuð, velkomin að Rauða borðinu, það smá galsi í okkur, það komin 50 dagur, hjá mér Ásdís Olsen og Gunnar Smári. Hvað segir þið gott? Vorið á fullu fyrir utan dyrnar? Ertu komin í sumarfílinga eins og hann gerist bestur, Ásdís? Já, ég fekk þessu upplifun í gær að mér fannst svo góður ilmur í loftinu og það, og það hlýtt og já, ég svolítið það rigndi aðeins í gær. Já, það verður svo ferskt og eftir sko. Já, og svo rigningin einhvern veginn svona eins og úði sem bara gott að fá á sig sko. Þannig að mér finnst þetta skemmtilegur ástími. Já, maður fyrirgefur Suðurríkið sem skall á manni fyrir nokkrum vikum. Maður gerir það þessa dagana. Já. Þú ert nú mikið svona sumarbarn, er það ekki, Gunnar Smári? Já, ég bara... Það var alveg hissa. Hann hefur aldrei fengið aðra spurningu. Ef þú myndir spyrja sko, hvað upp á ástími, þá það þarna þegar myrkrið kemur aftur á haustin. Er það? Mér finnst það alltaf eitthvað svo... Já. Og haustin eru líka, mér finnst mannlífið skemmtilegra haustin. Já. Það var allir svo kappsamir, eins og vel allir að fara að byggja upp eitthvað líf eftir að hafa sóað yfir sumarið, finnst það skemmtilegt. Já, einmitt. Það svona tími til þess að ræða eitthvað, gera eitthvað. Já. Ég eiginlega, enni voruð frábært sko, þessar að vor bara inn í mér og úti og... Í atvinnulífinu íslenska sumarið einstakt sko. Við gerum meira og minna ekki neitt hérna í einhverja þeir sem hafa aðstöðu til taka sér bara 4 mánaða sumarfrí árið. Það fólk byrjar að fara í sumarfrí miðan maí og þú nærðir líka samband þetta fólk fyrir í september. Málið sem mjög vont oft fyrir blaðamenn. Það verður mjög þungt að ná í viðmælendur. Það líka fólki sem hefur ekki þessa aðstöðu sem það bara að mæta í vinnuna. Akkurat. Það eru mjög margir sem verðast að hafa svigrúm til þess að fara í golfferðir á haustin og hjólaferðir, eða golfferðir á vorin, hjólaferðir á haustin og skíðaferðir í janúar. Sérstaklega fólk á ykkar aldri sem svona orðið eldra. Já. Það það fólki sem hefur það fínt í samfélaginu. Ég horfði stundum á túristarnir í bæ og hef svo sem verið túristi sjálfur. Og þá var þetta meira og minna sko, fólk á okkar aldri. Sem að þeysast á milli og eyða tíma sínum og peningum í eitthvað. Já. Á meðan að sko unga fólkið, barnafólkið, í bölvuðu basli. Ég hrifst svo á þessum ástíma núna að ég fór inn í bílskúr í fyrradag og ég náði í reiðhjól sem ég hef ekki nefnt að hjóla á í 7 ár. Og ég fór með það á verkstæði og hann sagði mér að tæki 10 virka daga, það væri svo mikið að gera hjá honum að koma reiðhjólum vetrarins aftur í stand. En eftir 10 daga þá verði ég sem sagt að hjóla í fyrsta skipti í 7 ár. Ok. Ef þú heldur þessu spiriti sko. Já, ef ég held því. Já, ekki allar líkur á því? Ég held það. Hjóli vinnun, ertu ekki fljótari úr Vesturbænum hingað? Sennilega miklu fljótari hjól en að keyra stundum þegar maður lendir í teppunni niður við Miklubraut. Ég held þessu fljótari sko upp í Mosó heldur en á hjóli heldur en í bíl. Já. Í svona eftirmyndarsumferðinni. Já, ég var einu sinni klukkutíma og 15 mínútur frá Seltjarnarnesi og hingað í Bólholtið. Já, hugsa. Já, það svolítið erfið leið þarna í umferðinni. Já. Miklubrautin. Margir flöskuhálsar. Já. En hvað finnst ykkur svona vera helst í fréttum fyrir utan bara vorið og fegurðina og bjartsýnina sem að fylgir þessum ástíma? Erum við enn að ræða Áslaugu Örnu og hennar óvæntu starfslok. Það voru allir að bíða eftir og hún kemur frá Bandaríkjunum og svo kemur hún til þess að segja bless og... Hún má það náttúrulega. Já, maður. Hún ekki skuldbundin að vinna fyrir okkur, eða? Nei. Eða það þannig að þú býður þig fram að... Ekki hér, í Noregi ertu skuldbundin og mátt ekki hætta. Það allir meira og minna hættir úr þessari ríkisstjórn, Katrín. Já, þetta alveg ótrúlegt. Þú varst með mynd þar sem þú settir hring utan hausinn á þeim. Ýmist rauðan eða svartan. Hvað voru margir eftir af? Það voru bara Sigurður Ingi og Guðlaugur Þór sem að ég myndi halda að vera báðir. Ég ætla að spáði hér, hvorur mun sitt út kjörtímabilið? Ég er sammála. Já, ég held að sé bara enga líkur á því. Hvað heldurðu að skýri þessa Ég veit ekki, ég veit ekki hvernig við höfum að spyrja eiginlega. Hvað veldur því að því að þetta ekki tilviljun. Það fólki sem var í þessari ríkisstjórn upplifir einhvern veginn að þeirra tími sér liðinn. Og það eitthvað sem þessi ríkisstjórn gerði, fóri yfir einhverja grensu. Ég bara get ekki bent á það. Hún var náttúrulega mjög óvinsæl og fólk talaði mjög illa um hana og
og fólk sem hafði bara töluverð mikla pólitíska inni klárað hana eins og náttúrulega Katrín Jakobsdóttir sérstaklega en líka eins og Bjarni Ben fyrir úr pólitík eiginlega samkvæmt skoðanakonunum eða það sem hefur verið að mæla traust á stjórnmálamönnum óvinsalasti stjórnmálamaður í Íslandssögunnar. Það bara þannig. Þetta kemur það stundum einhver gerir eitthvað svo stórkostlegan bommertu og mælist eitthvað lár en hann sem formaður sjálfstæðisflokks, formaður leiðandi stjórnmálaflokks í Íslandi mældist með eiginlega engan stuðning bara misserum saman sko. Já. Það er líka svo spennandi spurning sko hvort stjórnarskiptin sjálf, hvort það að sjálfstæðismenn rökkluðust þarna í minni hluta í fyrst skipti í langan tíma og það að það eru algjör stjórnarskipti, nýjir flokkar í ríkisstjórn hvort bara, þú veist, var þetta fólk bauða sig fram til þings bara til þess að drottna leið og það er komið í minnihluta þá bara eins og allt vistni og degi og það fyrir fílu og það eru erjur og leiðind og svo hættir það nennir þess ekki það er svona spyr sig sko íþróttir og þú ert þjálfari í Liverpool og búin að vera þjálfari í Liverpool í 5 ár og þið fallið þá ferðu heim og hugsaðu, byrju, ég maðurinn sem að nú þarf Liverpool að finna eitthvað til þess að leiða það að ná aftur upp í fyrstu deild og komast aftur í fyrsta sæti. Ég maðurinn til þess með þetta að hafa fallið? Ég held að það sé svoleiðis hugsun. Og ég skil það með þjálfaran. Já, eins og Bjarna, Þórdísi. En sko fólki á bekknum, ég veit ekki hvort það ætti að fara í fílu og rökklast annað og ég er ekki viss, mér finnst þetta áhugavert. Þetta var ekki á bekknum, ráðrænir. Nei, það er bara allir þeir sem ekki komast til einhverja valda, þeir eru meira og minna bara í fílu og farnir og umræðan og Alþingi er svo leiðileg núna. Ég var að reyna að hlusta á umræðan og samgönguáætlun í gærkvöld og það er bara ekki hægt að bjóða upp á leiðilegra efni heldur en Alþingisrásinna núna. Er þú ekki bara hvað segir aftur að fegurðir í auga þessu við horfum? Ég held að sé ekki þannig í þessu. Heldur að sé ekki eitthvað sem verið að horfa á Alþingisrásinna og finnst þetta frábært? Ég held ekki, það er engin fjölbreytileiki lengur á Alþingi. Byrju, horfir einhver á Alþingisrásinna spyr ég nú bara er það segja Magnús sem er hérna oft Mér finnst það bara að vera hluta vinnunni minni að horfa á þessar en sko en ég er svíkjast ég horfi ekki á Alþingisrásinna myndi aldrei eða tími það en gott að þið segið okkur hvað er að gerast það á náttúrulega að fara fram umræða mikilvæg mál já ég held að sé enginn að horfa á Alþingisrásinna og finnast það merkilegt punkta hjá sér En það var svolítið áhugavert sem að viðmælandi minn sagði áðan sem að var að gefa út bók og hann Vilhjálmur Pétursson og verður á dagskrá Rauðaborgs núna eftir og ég spurði hann hvað hann myndi gera ef hann hefði töfrasprót út því hann er í svona heimsendis pælingum og hann er að tala að fólk missi trú á stjórnvöldum og það verður upplausn og eins konar heimsendarspá þar hjá honum og hann sagði ef að stjórnmálamenn hætti að ljúga neyðast þess að segja satt þá er það sem að hann myndi óska sér Ég held að samkvæmt lögum að þá séu stjórnmálamenn þeir megi ljúga ég held að sé þannig Já, af því að þeir hafa meira frelsi þeir hafa meira frelsi í En það er svolítið áhugavert ef við gætum bara sagt sannleikann það væri áhugavert Já, maður kynnir stundu þannig fólki og það er stimplað með þroskaskerðingu eða svona svolítið næf það er til mynd með Jim Carrey sem gæti ekki logið sem var mjög fyndin þetta er sjónarmið sem maður heyrir oft það sé eitthvað að fólkinu ég er ekki alveg ég hef alltaf erfitt með það ég held að það sé bara okkur að kenna að við höfum bara ekki þroskar í pólitík við höfum ekki þroskara samfélag sem getur af sér ég meina það er bara erfitt að halda upp í umræðum nokkuð skapaðan hlut í samfélaginu og ég er svona samfélagsleg meðvitund og að samfélag hangi upp á þáttöku okkar fyrir sem er alltaf minna og minna fólk meira og minna horfandi á Alþingisrásin og tuðandi við því þar við erum ekki neytendur á samfélaginu samfélagi er það sem við leggjum til þess ég meina er fólk virkt í sinni svona bara baráttu í lífinu er fólk virkt í verkefnisbaráttunni er fólk virkt í er fólk í neytendasamtökunum Þetta er
líka mjög áhugavert, það var einhver viðmælandi minnu daginn sem sagði, já, í Bandaríkjunum, þá, hann sagði að helsti munurinn á Ísland og Bandaríkjamönnum sá, og það var í Kaliforníu, að þar spyr fólk sig, hvað get ég gert? En ekki, þú veist, helvítis stjórnmálamenn sem að gera allt vitlaust, sko. Þannig að hann sagði það grundvallar munur á þessari afstöðu til þess að við getum lagt eitthvað að mörkum. Við náttúrulega erum í velferðar hlutanum hérna, bestu samfélögunum sem hafa verið til í heiminum. Og við höfum kerfi þar sem að ríkið eða opinbera sér alls konar hluti sem ekki í Bandaríkjunum. Þannig að það ekkert samfélag nema að fólk, það stór hluti sem að samfélagið, óformlega samfélag verður að sinna sem að við kannski höldum að einhver annar að sjá En þá velferðarsamfélagið að kenna okkur að vera ábyrgðarlaus? Nei, hægri menn eru svolítið að við erum að berja niður velferðarsamfélagið, þá verðum við skárri. Það var ekki þannig á tímum Dickens, sko. Það áður en að velferðarkerfi eru til, þannig að skepnuskapurinn, hann grassara líka og hann grassara í Bandaríkjunum sem ótrúlega hatursfullt samfélag líka. Þó svo að allir sem hafa verið í Bandaríkjunum vita það að þetta nærsamfélag oft ábyrgðarfyllra. Við erum þetta aldrei sérstaklega lélegið í því, sko. Ég held að það við þurft að kenna Íslendingum að heilsa nágrönnum sínum. En svona eitt viðbragð samstöðu og hópfólk sem ekki sama að fyrir í dag þá vorum 150 mótmælendur niður í miðbæ sem tóku sér stöðu á Austurvelli og mótmæltu frumvarpi dómsmálaráðherra fyrir hugaða brottfararstöð. Þannig að það alltaf samt einhverjir kimar samfélagsins sem að láta eins og þeim sé ekki sama. Ég held að það sé miklu fleiri sem með þetta. Já. Ég veist eitthvað fyrir No Borders sem stóðu fyrir þessu. Mér finnst það oft vera í tengslu við mótmæli þeirra og ég ekkert að finna að þeim að þau eru með málefni sem að nýtur afgerandi mikil stuðnings allstar í samfélaginu. En mótmælin eru fámenn. Hljóðkerfið lélegt. Hljóðkerfið lélegt, það heyrist ekki. Það veit ekki af hverju maður mætti þarna, maður eiginlega ekki velkomin. Ég veit ekki af hverju þetta svona, sko. En ég held til dæmis að í sambandi við þetta, ég 60% af fólki sem að vill ekki að börn séu sett í varðhald, ég held að sé 80%. Já, þetta var til umræði hjá 2 viðmælendum mínum í gær, annars vegar framkvæmdastýra kvennaathvarfsins og hins vegar Ingólfur lektor Gíslason á menntasviði Háskóla Íslands. Þau ræddu þetta nokkuð þungbrýnt. Það var líka rætt mannréttinda ráð og mannréttinda skrifstofu Reykjavíkurborgar sem að hægri menn hafa svolítið verið að halda því fram núna að gegna einhvern hlutverki. Það sé bara einhverju vinir, liðleskjur. Mannréttindi, það bara eitthvað helvítis röfl og rugl, sko. Hvað er við að gera við mannréttindi? Akkurat, bara einhverju vinstri vinir og mjög góðu launum ekki ekki neitt. Það kom fram hjá henni Lindu, framkvæmdastýru kvennaathvarfsins, að mannréttinda skrifstofa Reykjavíkurborgar í gríðalegu samstarfi og mjög mikil vinna sem það sinnir vegna kvennaathvarfsins. Bara gríðaleg. Hvað er þetta fólk sem að gera? Það bara þeir sem hafa ekki hugmyndum hvað verið að gera þann inni, sem haldi þetta sér fólk sem eitthvað að skreita sig með einhverju, hvað heitir þetta, dygðaflöggun, hvað þetta kallað? Já, dygðaflöggun. Dygðaflöggun, sem alveg hlægilegsta hugtak sem ég hef heyrt. Ég meina, mannskepnan brisk. Og haldið það að í gegnum tíðina það sem að maðurinn hefur gert gott, öðrum og fleira, að ég meina, hafi ekki verið eitthvað hégóm í því líka, auðvitað. Við erum hégómleika og fleira. Og ætlum við þá bara, við viljum enga mannúð vegna þess að Bjössi var að flagga mannúð og það var af hégómlum ástofum, þannig að við skulum leggja niður mannúð. Hvaða rugl er þetta orðið? Já, áhugaverð umræða. Og ég trúi því að manneskjan sé eðlisinn góð og við séum dregin áfram að þeim hvötum, sko. Já, og þú ert góð ef þú breytir rétt. Þannig að breytur rétt í sýndu mannúð
hver ástæðan fyrir því? Ég ætla ekki að fara að kafa inn eitthvað og segja, nei, ég held að Ásdís ekki alveg að meina þetta. Who cares? Því að ef við missum mannúðina hérna niður, ef við búum til samfélags sem gengur út á það að okkur sérum við öllum illa hvort við annað og hötust út í hinn og þessa, og við getum ekki byggt upp samfélag á anstigð okkar. Byggjum þá frekar samfélag á uppgerðar mannúð, heldur en anstigðinni. Ég man tímapunktinn, bara, það liggur við í minni daginn og hvernig veðrið var úti, sko, og hvort ég var búin að vera að baka þann dag eða ekki. Þegar mér fannst að þessi tortryggni leysti af trúna að flest okkar væru góðar manneskjur. Það var 2009, þegar Jóhanna Sigurðardóttir, þá orðin forsætisráðherra, tilkynnt að hún ætlaði að lækka launin sín, sem svona ábyrgt viðbragð eftir fjármálahrunið. Ríkið gjörsamlega á hausnum, munaði minnstu að við erum bara gjaldþrota og það sem hún gætt gert var að hún lækkaði launin sín aðeins og þá sá ég hvernig Facebook-veggurinn minn fylltist af statusum það að þetta væri populismi, helvítisræstni, ógeðsleg pólitík, skipti hvort engu máli og þetta var semst 2009 og þetta var í fyrsta skipti sem fannst ég upplifa að eitthvað svona einhver kjarni í samfélaginu hefði breyst eða færst til. Veit þið hvað ég er að menna? Akkur hafðið þú hrósað henni fyrir þetta? Nei, það var bara samfélagið var þarna komið á þann tímapunkt. Ásdís er svo grimm, heyrður, og sagði, varst þú að hrósa henni? Þannig hún er bara að rukka þau ábyrgðina í samfélagið. Nei, þú segir það. Þetta er svo að sitja með dómarann. Þetta er náttúrulega tengt góða fólkinu en að gæsalappa og því öllu sem sprettur svo upp að ná eftir. Og það er alveg rétt hjá, það er vandamál að búa í samfélagi það sem fólk þarf að skamma sín fyrir að einhverja hlýja og óeigingjarna hugsun. Ég skil ekki hvernig þetta fær að vaða uppi, sko. Að fólk kemur og segir, ég meina er ekki ástæðilegt að vera að henda þessum ungu hjónum með þetta litla barn úr landi, að henda bara götun í Grikklandi, getum við ekki bara séð þetta er bara eðlilegustu viðbrögð. Hvað er þú að vera einhverju svona dyggða flöggun, ekkert að marka það sem, hvaðan kemur þetta? Hvað er þetta fólk alveg upp? Þetta er, og þarna, þið kannist kannski við að unga fólkið er einhvern veginn, að ég hef upplifað það allavega heima hjá mér, að börnin mín og tengdabörn, þau eru í þeirra hjarta eru allir velkomnir. Ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þeim. Ég hef stundum veltið fyrir mig hvort þau séu annarri tíðni. Því að þar er þetta ekki einu sinni engar efasemdir að allir eigi sama rétt og á að vera hérna á Íslandi og hún Álfeður dóttir mín sem ég ætla nú að fara að tala við eftir, hún fær oft tár í augun ef að við förum eitthvað út af brautinni í svona umræðu. Þannig að þetta er svona eins og ég held að þau séum á einhverju annari bylgjulengd heldur við sem erum alin upp á öðrum tíma. Við höfum kannski við höfum þetta í eðli okkar, við erum í eðli okkar góð, en við höfum, alist upp við ákveðna svona ótta og svona einhver viðmið sem þannig ég þarf allavega oft á tíðum að stilla mig af með nýjum hætti. Ég þarf bara að fræðast, ég þarf bara að vinna í samkennd og eitthvað svona til þess að... Og viltu vera því svo börnið þín? Já. Skilyrslust trúa bara á góða í fólki, snúa skári hliðin af öðrum. Þannig getum við byggt upp gott samfélag. Mér heyrstu að vera að segja að útilokun sé ekki valkostur hjá dótturðinni. Þú upplifir það. Já. Og þetta er nefnilega allt önnur hugsun heldur en okkar kynslóð. Gengur fyrir að hluta sko. Já, og ég hef svolítið þurft að læra að stilla mig af þetta er áhugavert. Ég er með viðtal sem að ég tengist þessu, ég talaði Ragnheiði Kristjánsdóttur prófessor, sagnfræðiprófessor breytingar á fátækralögunum 1927 sem að meðal annars fólu í sér að þeir sem að þáðu stuðning frá sveitum mistu ekki kosningaréttin, ekki allir samt. Sumir mistu það samt, þrátt fyrir breytingarnar. Og ég treysti að þetta viðtal snúi svolítið þetta, verðuga fátæklinga og annað slíkt og hversu hægt að gerist að við lítum svo á að samfélagið sé eiginlega samfélag allra.
og fólk svo réttátt í þessu samfélagi og hvort þú setur verður hvort að þessu tilfelli hvort þú fóru að kjósa en við til þess í Bandaríkjunum að þá ef þú hefur brotið gegn samfélaginu og verið dæmdur fyrir það fara ekki að kjósa þannig að við þekkjum þetta svona í næsta nágrunn okkar en þessi umræða sem að var þá það hvort að sá sem að þiggur sveitastyrk hafi rétt á því að kjósa sumuleyti finnst mér þessi umræða ennþá verið í gangi sko. Já, því trú ég Eru allir öryrkjar verðugir öryrkjar eða eru sumir öryrkjar sem ættur ekki rétt á örorkubótum ég held að þessi umræða sem er oft inn á þingi var mjög mikið inn á þingi áður en að tilteknir flokkar fóru að tala innflytjendur að þá var mest talað öryrkja að þeir var að éta kerfið einhvern veginn innan kannið því við það? Jú, mjög vel og við getum ein hugmynd sem var minnst alltaf svo skritin sem svona hugmynd það að við getum kaffært samfélagin af góðmennsku og ég stundum spurt, er eitthvað dæmi mitt í sögunni að ég hef séð samfélag sem hafa brunnið upp af illmennsku og anstíkileitum en ég þekki engin dæmi að það var gott samfélag svo bara urðu of góð þannig þau stuttu inn fáttak of mikið þannig að það fór allt í steikja kannið þið það? Mér finnst þetta æðisleg umræða þetta er frábært einlegg hérna ég hef alltaf að lesa mikið svona ég finna aldrei dæmi við bóðum góðmennsku hérna Já, við erum að reyna það Skárra væri það nú ef þú byggjum samfélag hvort ætlar að gera það á anstíkileitunum það er að vera gott samfélag Nei það verður anstíkilegt samfélag. Já. Þannig við höfum í lenga valkost, sko. Við höfum enga valkost. Og ef að þú finnur ekki í þig góðmennskuna, gerðir hana upp. Dyggða skrittu þig alveg svo vilt. Svo verður maður bara að púlla það þegar aðri saka mann hræsni, sko. Það þýðir ekkert að láta þetta síðan. En þú Ásdís ræðir við Vilhjálm Pétursson. Verðlaun að hafa hjá Forlaginu. Já. Hvað? Hann nú að segja okkur frá þessari bók sem hann var að gefa út, sem er verðlaunabókin hjá Forlaginu ár. Hvaða bók? Hún heitir, samkeppnin heitir Nýja raddir hjá Forlaginu og bókin heitir Harðindi. Og hún í rauninni lýsing á þessu hvað gerist þegar illskan nær völdum. Og það er bara þannig, hún er mann sem er að upplifa algjört siðleysi í Reykjavík. Það sem fólk er bara að meiða hvort annað og kveiki í húsin hjá hvort öðru og það er algjör upplust. Bara í samtímanum, hugsanlega í framtíðinni. Hann sagðist ekki hafa viljað setja ártala á þetta. Nei. Og já, þannig og þetta er mjög myrk. Það er engin birki ilmur í nösunum á höfundi? Nei. Og við rættum það svolítið út af því að ég sagði, þetta, út í hann sagði þetta er svolítið tíðarandinn og ég sagði, ég kannast ekki alveg við það, og spurði út í hvar hans menning væri, sko. Og hann sagði, ég kannski að sökka mig svolítið inn í þessar pælingar, en svo eru alls konar búblur til og hann eiginlega var að lýsa því hvað eitt sem var áhugavert sem kom fram því að ég spurði hann hvaðan færðu þessar hugmyndir að vera í svona þessum heimsendispælingum og niðurrifi og neikvæðni og spurði hvort að hann væri sjálfur að koma úr einhverjum erfiðum aðstæðum og þá lýsti hann í rauninni sínum lífi sem algjörði paradís. Já. Hann hefur það rosa gott, elstu fyrir fullkonar aðstæður, þannig að við komumst eiginlega að því og hann alveg uppveðraðist í þess að getur verið að þið vanti drama í lífið þitt. Já. Og hann bara samþýtti það, ég held það geti bara verið hann vanti bara að fá að upplifa þessar erfiðu sáru tilfinningar og þess vegna sé hann að skrifa á þessum nótum. En leiðu hann færi þær og þá vill að losna við þær, sko. Sko, örugglega. En hann þarf að, og kannski til þess að stækka sig sem tilfinningaveru, þá er hann að fara inn í þennan heim og upplifa þetta. Jú, nei, ungur, hann er alveg að vera 40, hann hrökk upp þegar hann reiknaði það út hérna áðan. Þannig, já, það er kannski... Okkur finnst það ungt. Ég ætla að segja hvort það geti ekki bara klekst þér í góða ástasorg eða eitthvað, það vil... dramatík í lífið. Ég fikk ekki enga persónulega sorg og drama út úr hans eigin lífi en það er fullt af því bókin hans. Já.
Þetta svona Scandinavian Pain, það ekki Ragnar Kjartason sem gerði það myndlistaverk. Jú. Að að við lifum, það svo lítið að vera hjá okkur, að það vel á orðinu óhæft til þess að búa til list. Ég sagði frá því að Friðrik Þór Friðriksson sagði mig frá því, að Wim Wenders kom á fyrstu kvikmyndahátíðina, það hefði ekki verið 80 eða 78, ég man ekki. Og þeir voru eitthvað að keyra Reykjavík, og þá sagði Wim Wenders, þið hafið enga sársök á götunni, pain in the street, til því að sagt. Þannig að þið getið aldrei búið til list. Þetta minnir mig á... Og þá sagði Friðrik Þór, but we got the pain in the brain. Pain in the brain. Þetta minnir mig svolítið á viðmælanda minn í kvöld, sem Sverrir Norland, rithöfundur. Hann sagði, held ég rétt áður en við kveiktum á upptökunni, mér líður best þegar mér líður verst. Ég alvöru, þannig að þetta þema hérna. Ég segi þetta stundum, mér finnst gott að vera svona kallt, svolítið svangur. Finnum það svo mikið fyrir það maður til, sko. Ég veit ekki. Það eitthvað... Við erum nefnilega svo dofin oft, sko. Sett svona annað fótinn undan sænginni til að það verða kallt. En við ætlum að ræða skerðingu vitsmuna. Vá. Já. Og svona sagt hvernig aukin öryggisgæsla og öryggisfíkn, leitin að örygginu að kaffæra vitið í veröldinni. Og Sverrir á miklu flugi, að þetta frábæri gæi, sko. Honum margt gefið og virkilega gaman að hlusta á. Hann hefur oft komið hingað til okkur. Já, hlusta á hann. Og svo þá bara eitt held ég ónefnt áður en við förum að hleypa áhorfendum og hlustendum að rauða borðinu. Það hann Breki Karlsson hjá Neytendasamtökunum. Hann fer yfir helstu áskoranir íslenskra neytenda nú stundir og nefnir þar eðlilega vextina matinn, húsnæðið og verðbólguna og olíuna. En ætlum við verðum þá ekki bara að fara að telja í og segja það. Það ekki samt að nefna út af því að við erum að fá nýja þátt. Já, það að koma nýja þáttur, sem veist alltaf það. Já, segðu okkur. Ég veit allt það. Ég að fara að taka viðtal við þær á eftir, þannig að það verður trúlega núna síðasta dagskránni hjá okkur í kvöld. Já, það hluta. Hann umsjónarmaður í dóttur þín, ekki? Jú. Já. Þannig að hún fekk þetta í gegnum klíku. Já. En allavega, nei, hún mjög frambærileg og það eru 2 listakonur sem langar að fjalla menningu og listir og sko kannski svona þennan, þessa ungu kynslu sem út frá sjónarhóli ungs fólks. Já, sem að mér finnst mjög verðugt inn í okkar miðaldra heim. Já, dóttir þín í listaháskólanum, eða ekki? Jú, og þær eru svona menningarspírur og búin að vera í hljómsveit og eru eina sem skiptir máli eru listur og menning hjá þessu unga fólki síns mér. Þau eru ekki pæli neina öðru. Hvað verður þessi þáttur reglulega á dagskrá? Verður hann ekki vikulega á föstudögum? Í sumar? Já. Spennandi. Og þannig að ég hvet alla til þess að fylgjast með því. Það er ótrúlega skemmtilega og góðar stelpur. Sko, það þarf ekki klíku til þess að koma með nýja þátt á samstöðinu. Það alls konar fólk sem komið hingað og búið til þætti. Það ekki eins og við sem að borga fólki fyrir þetta? Nei, ekki til að byrja með, sko. Það leikurinn oft þannig að það byrjuðu allir hér í einhvers svona sjálfbóðvinnu. En það lágur þröskuldur að komast eitthvað inn og búa til nýja þætti. Og einhverju sinni þá vorum við alltaf að auglýsa meðan við vorum að hvetja fólk til að gera áskrifundur og segja vinum og vandamönnum frá hvar þeir hafa séð efni eða að þeir hafa séð efni í okkur sem að fólk síðan finnur okkur á YouTube og Facebook og í öllum hlaðvarpsveitum í útvarpinu og sjónvarpinu að þá höfðum við alltaf fyrir því að segja að ef fólk hefur áhuga á því að koma með eitthvað efni þá erum við mjög opið. Þetta gott að rifja það upp og minna að ef þið hafið hugmyndum og finnst eitthvað að þurfa að koma hingað til umfjöllunar þá getið þið bara sendt okkur línu og kannski getur orðið úr því einhver skemmtilegu þáttur. Já. Gunnar Smári, 20 sekúndar söluræða að lokum. Þetta ekki söluræða, það bara það sem heldur samstöðunni gangandi eru sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur. Ef að þú vilt að samstöðin haldi áfram og telur þið hafa efni á því að borga 2.750 krónur á mánuði, þá hvet ég þess að gera það. Því að þá getum við tryggt samstöðin framhaldslíf og kannski eitthvað vöxt og við döfnum með ykkar hjálp. Skjótum inn auglýsingum og svo byrja viðtöl kvöldsins.
Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár til að koma til móts við þær aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnumst við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólarnir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.